Ferðamannaleiðarnar okkar, bæði Norðurstrandarleið og Dimasringurinn, ganga mjög vel. Við hafa verið svona vitundavakning hjá ferðaskrifstofum, bæði hér heima og erlendis. Við kynnum þetta þegar við förum á sýningar og vinnustofur. Og við erum alltaf með ný uppfærða söluhandbók með okkur, uppfærum hana sem sagt einu sinni á ári og þar er fjallað hvernig á að tala vörumerkið og hvernig á að nota það þannig að loforð leiðanna verði sem sannast, þannig að við náum að halda svona brandinu sem bestu. Meðlimum Norðurstrandarleiðar hefur fjölgað bara jafnt og þétt síðasta árið, þannig að það er mjög gott og mun sú þróun vonandi halda áfram og fáum inn fleiri meðlimi á næstu árum. Ferðaskrifstofurnar eru svo duglegar að hafa samband við okkur ef þar vantar einhverjar upplýsingar, þannig að við veitum með þeim eins góðar upplýsingar og mögulega getum og höldum þeim eins upplýstum og hægt er. Við höldum líka haustfund einu sinni á ári fyrir meðlimi Norðurstrandarleiðar og þar förum við yfir hvað er að frétta og hvað er að gerast, hvað er framundan. Það eru heilmikil tækifæri fólgin í þessari leið og sérstaklega eftir að kannski ferðamenn verið farin að ferðast öðruvísi, þau vilja hægja á sér og fara utan alfaraleiðar, þá er Norðurstrandarleið fullkominn áfangastaður fyrir það. Dimasringurinn er öðruvísi þar sem við erum ekki með einhverja skráða meðlimi þar en við vinnum mjög vel með bæði Mývatnsstofu og Húsavíkurstofu og munum halda áfram að gera á næstunni.